Sveitarfélögunum og í kvöld röðin komin að Reykjavík. Einn af hverjum 3 Íslendingum býr í höfuðborginni, 140.000 manns. Reykvíkingum hefur fjölgað 9.000 frá síðustu sveitarstjórnarkosningum sem jafngildir því að allir íbúar Akraneskaupstaðar hefðu flutt í borgina á 4 árum. Öllu þessu fólki fylgja ákveðin verkefni og borgarkerfið stundum sakað að vera óþarflega flókið og óskilvirkt. Og allir hafa skoðun á Reykjavík, hvar á landinu sem þeir búa og umræðunarmanna geta verið líflegar. Kjörtímabilið hefur líka verið fjörugt. Það voru til dæmis 3 borgarstjórar. Dagur B. Eggertsson hætti eftir 10 ár á borgarstjórastólnum og Einar Þorsteinsson tók við. Ári síðar sprengdi hann meirihluta Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar og reyndi að mynda nýjan. Það mistókst og Framsókn endaði í minnihluta. Heiða Björg Hilmisdóttir varð borgarstjóri í nýjum meirihluta Samfylkingar, Vinstri grænna, Pírata, Flokks fólksins og sósíalista en var síðan hafnað í prófkjöri Samfylkingarinnar í vetur. Sósíalistar loguðu í innanflokksdeilum og klofnuðu. Sjálfstæðisflokkurinn klofnaði endurtekið í atkvæðagreiðslum og í vor gengu 3 þaðan í miðflokkinn. Þá gekk oddviti Pírata í Samfylkinguna. Borgarbúar hafa látið í ljós mikla óánægju með meirihlutann í borgarstjórn og jafnvel enn meiri óánægju með minnihlutann. Þetta var kjörtímabilið þar sem græna gímaldið reis í Breiðholti. Það var tekist á þéttingu byggðar og borgarlínu og áhrif hennar til góðs og ills á umferðaröngþveitin og strætum borgarinnar. Starfsemi leikskóla og skóla raskaðist vegna fáliðunar og lélegs viðhalds skólabygginga og það var deilt græn svæði, hvar eigi að byggja, hver eigi að byggja og hvernig. En öll þessi umræða snýst á endanum það hvað verði Reykjavík og íbúum hennar til heilla.